Verið velkomin í Mótorhaus. Í þessu þætti ætlum við að taka þátt í rallycross í Hafnarfirði og fylgjast með í leiðinni hvernig kallinu gengur. Síðustu helgi bauðst mér að taka þátt í rallycrossi á brautinni AIH í Hafnarfirði. Þeir félagar í Team Fetts höfðu samband við okkur í Mótorhaus og buðust til þess að lána okkur bíl og taka þátt í síðustu keppni tímabilsins. Við létum nú ekki segja okkur það tvisvar, heldur skelltum okkur í Hafnarfjörðinn og tókum þátt í skemmtilegri keppni. Þetta er svaðalegasta tugga sem ég hef séð. Þetta er svona... Við byrjum í skúrnum hjá Strákholm og fylgdust með þeim græja stólinn og beltinn í bílinn. Og næsta mál á dagskrá var að koma Brynjólfur Smith í gallan. En hann reyndist þó lítill og þurfti að brenna yfir í næsta bæjarfélag til að fá galla í alvöru númeri. Þú mig góður. Nei! Í alvöru? Þetta er fínt? Jójú. Það verður fleiri að koma hérna. Þetta er alveg tólið að reyna svona. Dragið inn. Þetta er setið, þetta er rifnar en ekki bara. Þetta lítur að nóg. Við látum bara eitthvað svona innan og svona eins og litin. Jæja, þá var kallinn kominn í bæinn eftir 2 tíma svefn með nýjan galla. Jæja. Nei, djók. Hvað segja? Þessi er fínt sko. Það var ekki að minni svo. Þetta er æðislegt. Varstu að heyra ykkur tölu? Hann er eitthvað að vera að máta kallinn í bílinn. Það veitir víst ekki af að hafa svolítið að teipi með í för þegar að Brynjólfur Smith er annars vegar og Leðimann. Það stóð vel í þessu. Skoðun fór fram morguninn og hann fekk einhverja hluta vegna skoðun þessi bíl. Því að þegar ég sá hann þarna fyrir kvöldið á föstudagskvöldinu þá var ekki smuga fyrir mér að þessi bíl fengi einhvern tíma skoðun. En það sjá má að skoðunarmaðurinn, hann ældi þarna 3 svara meðan að þessari skoðun stóð. En þá var skoðuninni lokið og næst á dagskrá hjá okkur var að fara á fund með keppendum þar sem var farið yfir reglur mótsins svo sem flögg og fleira. En við byrjuðum á að tala við Palla Krull. Jæja, þá erum við komið með hann Pál Jónsson en hann er að keppa í 400 krónuflokk í rallycrossinu hér í Hafnarfirði. Og við ætlum að spyrja hann, af hverju er ég í galla og hvað er ég að gera hérna? Þú ert að koma inn að sína hvað það getur. Af hverju enda ég hérna samt? Mér er alltaf langar þess að hringa eitthvað. Já, það er málið. Nei, ég minna að það þarf að þú ert að pröfa þetta og það þarf að sína þetta og það þarf að fá fleira fólk hérna. Þetta er alltaf lélegt með hvað þetta er skemmtilegt. Hvernig hefur gengið á þér til þessum sumar? Þú hefur verið að keppa í þessu áður og hvernig hefur gengið í því? Ég byrjaði með minn bíl bara í þessu ári sko, þessi sumtími. Ég fekk lánsbíli fyrir að pröfa eina keppni. Svo keypti ég mér einn bíl og búinn að keppa allt sumar og gekk helviti svona bröðsulega fyrst, maður var aðeins svo graður á bensíngjöfinni en þetta er alltaf að koma núna. Nú er væntanlega Íslandsmót í þessu eins og öllu öðru sporti hér í landi. Hvernig gengur þér í Íslandsmótinu? Ég er fyrstur, allavega, ég hef búinn að ná mér upp það. Og með að við að einn maðurinn mætti ekki núna að keppa þá er ég búinn að halda sigrunum. Því það er ekki einu sinni að keppa núna, ég er komin að hafa þetta í stigum. Hann er nú bara að leika sér og hafa gaman og klára helst bílinn. Nú eins og þú sagðir að nú keppir þú í 4x4 krónuflokki. Hvað er krónuflokkur og hvað þýðir þetta allt saman? Krónuflokkur er eiginlega bara svona klessubílaflokkur. Eða svona meira að minna. Það er, í krónuflokkur er skyldur til að selja bílinn ef einhver vil kaupa hann eftir keppni.
en það er fastverð á því sem er 250 skall án stól og belti. Þannig í rauninni, þú getur gengið vel og góðan bíl og svo allt í einu kemur einhver með umslag, herðu, bílinn er farin, þú getur ekkert sagt. Þá er bara hann farinn, bú-hú for you, þú bara smíða annan. Til þess að láta þetta sport ganga og fleiri geta verið með. Við erum að reyna að hafa þetta svoleiðis, sko. Hvaða fleiri flokkar eru í boði? Það er 2000-flokkur, unglingaflokkur, krónuflokkur 4x4 og svo er OF-flokkur. Þeir eru minni í kontaktsportinu, sko, en þeir eru, það eru svona 300 hestöfla bílar og 2 böggibílar, sérsmíðaðir og svona skemmtileg tæki, sko. Nú er ég búinn að heyra nokkar í morgun fleygja þessu orði kontakt. Hvað þýðir þetta eiginlega? Það er bara svona nuddast utan í hvern aðra. Kontaktsport í rauninni. Þetta er ekkert að, ef þú ferð utan í næsta bíl eitthvað, það fer ekkert að grenja og þú rispa hann, sko. Það er ekkert þannig. Hvernig virkar þetta? Hvernig er þetta keyrt og svo framvegis? Herðu, það er keyrt 4 hít, 3 og svo 1 í úrslit, 5 hringir í hverju híti og í þessu 5 hringjum verður að taka djókerinn einu sinni. Djókerinn, já, hann er lengri, tekur lengri tíma að fara hann, þá hafa aðri keppirnir léttara með að fara fram úr rauninni, því að það er rosalega erfitt að taka fram úr í svona braut, að fara út úr aksturslínu og reyna að fara fram úr, sko. Er djóker þá einhver ákveðin kafli í brautinu sem þú átt að taka, eða hvernig? Já, ákveðin kafli í brautinni og hann er lengri og lengra faran, þannig að þá rauninni þarf þetta alltaf að fylgjast með hverjir eru búin að fara og hverjir ekki og hverjir eru fyrir aftæði til þess að reikna út hvort það sé búin eða ekki. Þannig að það þarf aðeins að hugsa, sko, bara smá samt, en ekkert eitthvað mikið, sko. Við förum okkur aðeins yfir í þetta sem þú ert búin að koma mér í hérna. Hvað hefur við upp á að bjóða? Á hvaða bíl er ég og hvað er þetta til? Herra, þú færð þann heiðurinn að fá bíl sem er kallað skítakamarinn. Okay. Hann er yndislegu bíl, þetta er mjög góð. Þetta var fyrsti bíli sem ég fekk láni þegar ég var að pröfa fyrst skipti og maður var náttúrulega bara að koma þar í þetta. Það þýðir ekkert annað að gera eitthvað, því ekki að fara að tauta yfir öllum hinum hvað hinn eru lélegir, nú bara að sýna hvað þú getur gert. Okay. Af hverju er ekki meiri þáttaka í þessu? Nú virðist þetta vera frekar ódýrt. Ég meina, eina sem að þessi bíl er með þessi bíl sem ég er á, eina sem er í honum basically er veltibúl. Já, basically. Ég skil það ekki sjálfur og ég veit ekki af hverju þetta er ekki mér. Sennilega það vantar mér áhuga í fólki að horfa og fylgjast með þessu. Margir viti ekki hvað rallycross er, sko. Þegar ég hef sagt frá að keppa í rallycrossi þá halda ég sé á krossara, sko. Það veit ekkert, þetta þurfi meiri auglýsita. Þess vegna reyndi ég að hafa samband við þig, fá þetta komið svo lofti og reyna að láta fólk taka eftir þessu. Þú getur byrjað í unglingaflokki, 14 ára held ég, 14 eða 15 ára, á þess að með bílpróf. Fá leyfi upp og skrifa leyfi á foreldrum til þess að keppa, sko. Sem er náttúrulega algjör snilld. Og bara lærir að keyra í þokkafót og eitthvað og fara að velta og eitthvað, það er bara fjör. Við skulum slá botnin í þetta núna og kannski tökum stöðuna eftir fyrsta riðil þegar þú ert búinn að skítapa fyrir mér. Sjáum til með það. Já, það held ég nú. Við ætlum að sleppa ykkur við tímatökurnar og vinda okkur bara strax í fyrsta riðil. En þarna sést ég reyna að tróða mér í beltin. Var kannski með þau fullstrekt þarna. Það eru ekki mér að kenna að beltin ná ekki utan um mig. En eins og við sjáum þá er mikið atriði að allir öryggisbúnaðir sé til staðar. Og svona smá kúnst að loka hurðinni, hún var nú ekki alltaf klár í það. En hérna er fyrsta hít. Jæja, nú byrjar það, sko. Sjá hvað gerist. Henja! Og gult, grænt, og hvað gerist?
Þetta er meira. Það er eitthvað bilaði myndir af þessu sagði. Koma svo, koma svo. Getur ekki verið í botninn, djöfusins drast. Það er meira sorpið þessi pill. Djöfull maður, Það gjörsamlega, það er ekki hægt að standa hann í botni, hann er bara alveg út á þekju. Þetta er geðveikt gaman, sko. Shit, þetta er svo geðveikt. Shit, hvað þetta er gaman. Það er ekkert power. Ég keyri bara hálfur í gjöf. Jú, þetta er svo geðveikt gaman, maður. Shit, hvað þetta er gaman. En ég var ekkert að frétta samt, sko. Þetta er ógeðslega gaman. Ég var alveg til í að þetta var svona 200-300 hestum hverju heftum við kraft með það. Hann er klárlega eftir að koma. Það fáur eitthvað bara. Ég vil hafa þetta svona 10 hringi. Það var svona rétt að detti í gírinn, sko, þegar það var búið. Kannski var þessi slangi ekki tengd, sko. Hann er með eitthvað leiðindi, hann hérna virkar þannig að á snúning þá bara kokar hann. Skiptir engu máli hvað maður gerir. Bara virkar ekki. Ég var samt fyrstur, sko, þeir eru búin að láta eftir mér, sko. En eins og ég segi þá voru einhver leiðindi hérna í bílnum og menn voru svona að reyna að pröfa hitt og þetta, sjá hvað geti mögulega verið að og nú var bara að prófa. Var hann kominn í lag eða ekki? Sjá hvað gerist. Það er kraftlaus! Það er prófum þetta! Það er bara að láta vaða! Goddammit! Þetta er ekki að virka! Það er síðast aftur, 3. seti, aftur í miða. En láta reyna á þetta. Æja, þetta er ekki að gera sig. Erfitt að krafti. Krafti sig í auðviti. Við sjáum það til. Það gerist í þessu hérna, hjá okkur. Og bæja hérna, já. Það er trepp. Það mátti reyna.
Þetta var eiginlega bara nákvæmlega svo ferðin á hann. Nefna hvað, það gekk bara helmingi öra. Já, þá var ráðist í næstu viðgerðarlotu en þá voru aftur og enn ýmsar aðferðir notaðar til þess að fá botn í málið. Þá var verið að rífa upp kertahettur, háspennukefli, samlokur og ég veit ekki hvað og hvað. Það var sennilega búið að skipta allt nema aðalvél fyrir þetta rönn og var hann kominn í lag. Bít 3. Bring it on! Þetta gengur ekki raskat. Þetta er alveg sko. Þetta er svo mikið fjögur strast. Það var þriðja hitt búið. Ég held ég hef ekki klárað það. Þannig að það er gott að drulla sér inn í pitt og álskotast djöfusins. Það er bara svona stundum. Þriðja hitt í búið og allt í skrúfunni. Og bíllinn var verri en nokkru sinni. Þarna hélt ég honum alveg gjörsamlega í botni og hann var eiginlega alveg hræðilegur. Eftir heilmikið staut stóðu öll spjót að bensíndælunni og hver annar en Brynjólfur Smith réðst í það verk að slíta hann úr og skiptum hana. Hvað sér, höfðu bensin í auga? Já. Það er hressandi. Það er nóg bensín á kvikindinu. Það á ekki að vera að svelta sig. Það er aldrei verið kraftmeiri heldur en akkurat núna. Shit, ég er örugglega setja hreinsunina galla. Já, og þá erum við komin í lokahítið. Bíllinn var komin í lag. Þvílíkt power. Allir þessir 100 hestar voru alveg snar vittlusir. En allt kom fyrir ekki. Þessi bíll er ekki alveg nógu kraftmikill með hina bíluna. Ég vil allavega meina það. Og átti ég alla uppreisnar ærum og var frekar erfiður í viðsláttum.
Þá vindum okkur næst í úlingaflokkin, en þar eru gríðarlega efnilegi keirar á ferðinni. En þeir voru alls 5 talsins, var þar á meðal Guðjón Örn Karlsson, Daniel Freyr Rúnarsson, Arnar Már Pálsson, Guðmundur Elíasson og Arnar Hörður Bjarnason. En eftir drengilega baráttu var það Arnar Hörður Bjarnason sem að bar sigur úr bítum og við ákvaðum að spurja hann hvernig honum fannst braut. Hún var erfið, sleip, grafin. Hvern bíl ertu á? Þetta er Toyota Starlet með Corolla-vél, 1300. Og eru mjög hentuð í þetta sem þú ert að gera? Já, mjög veist það. Er þetta fyrsta árið sem þú ert að keppa? Ertu búinn að keppa áður? Þetta er annað árið mitt. Kláraði úlingaflokkinn í ár. Hvernig gekk þér í fyrra? Svona svolítið mikið seinastir. Núna eru örugglega einhverjir sem sjá þig í úlingaflokknum og hérna langar að pröfa. Hvernig er það að byrja? Bara koma að mæta, rætta sér bíl. Já, þá erum við komin í 2000 flokkin. Þar voru 5 keppendur einnig, Vikar Sigurjónsson, Georg Karlsson, Karl Halldór Eysteinsson, Ragnar Bragi Gröndal og Skúli Pétursson. En í þessu flokki eru bílar alltaf 2000 kúbikum og það er ekki skylda sölu eftir keppni í þessu flokki eins og í krónuflokk og þá líka við úlingaflokk. En það var rosalegur hasar í þessum flokki, bílarnir gríðarlega kraftmiklir, en Skúli var langfyrstur öll hítinn og okkur lék forvitni að vita hvernig honum líkaði brautin. Hún var mjög góð og skemmtileg, ég var náttúrulega með fjöðrum fyrir hana og hún var þurr, fyrst í langan tíma. Þetta var bara gaman. Hvernig hefur þið gengið undanfarin ár? Ertu búinn að vera að keppa lengi? Nei, þetta er annað tímabilið. Ég vann alla keppni í sumar nema eina, var öðru sæti þá. Þannig að á hvernig bíl ertu? Honda Civic 92 model með turbo. Hestöfl? 230-50. Er það ástæðan fyrir þetta að vinna en ekki akstursleið? Já, það er ekki góður ökumaður sko. Nei, ekki? Nei, það er bara powerið. Já, ok. Erum við á næsta ára að vinna líka? Vonu það? Já, ég veist það. Þegar nú er komið til sögu erum við staddir í opnum flokki. Þar var gríðarlega spenna enda lang kraftmestu og breyttustu tækin og þar voru 2 böggibílar og 1 Subaru Impreza. Í þeim flokki voru Ágúst Backmann, Viðar Finnsson og Gunnar Bjarnason. En eftir öll hítinn hafði hann Gunnar Bjarnason gjörsamlega dóminiterað þessa keppni, var langfyrstur á sínu nýsmíðaða bíl og við tókum rétt á hann stöður eftir keppni. Hvernig var dagurinn? Það var bara fín. Maður keyrði aðeins og gróft en þetta gekk bara vel. Hvar ertu í Íslandsmótinu? Ég er búinn að vinna það, þannig ég er Íslandsmeistari núna. Já, ok, glæsilegt. Já, takk fyrir. Nú spjöllum við saman aðeins áðan og þú minntist á það að þú varir á nýjum bíl. Já, þetta er nýr bíl sem ég smíðaði og var að koma með núna í byrjun árs. Búinn að taka nokkra barnatennur, hann er búinn að bila og ýmislegt, en nú er hann farin að virka. Nú er það bara ökumaðurinn sem þarf aðeins að tjúna sig betur til svo maður náir hraðanum. Þannig að þetta er bara gaman að þessu. Ef þú dreipir aðeins á því, hvað er í honum? Þetta er náttúrulega sérsmíðað, ég teiknaði hann og smíðaði hann og þetta er Honda-vél, Honda K20, 220 hestöfl, Subaru gírkassi, Suzuki millidrif og já, hann er að bara virka mjög vel. Nú var ég að prófa þetta sjálfur í dag hérna, að plattar í þetta og mér átti þetta bara mjög gaman. Núna ef mér langaði til þess að byrja þetta fyrir alvöru, hvað ger ég? Þú náttúrulega byrjar á því að fá þig bíl. Þú þarft að fá þig einhvern góðan bíl með veltibúri og stól og beltum og hjálm og galla og alla græður. Fá þér þetta. Helst að fá þér einhvern bíl sem er frá þessum köllum sem er að losa sig við bílana og eru í þokkalegu standi. Bílinn þarf bara að vera góður. Þú þarf bara að hugsa vél, hugsa drifbúnað, fjöðrun og allt saman. Þetta þarf bara að vera í lagi. Þá ertu nokkuð, þá kemstu mjög langt. En hér er úrslitin. Í úlingaflokki verður 3. seti Arnar Már Pálsson, í öðru seti Guðmundur Elíasson og í 1. seti var Arnar Hörður Bjarnason. Í 2000 flokki var í 3. seti Karl Halldór Eysteinsson, í öðru seti Ragnar Bragi Gröndal og í 1. seti Skúli Pétursson.
Í opna flokknum var í 3. sæti Ágúst Backmann, í öðru sæti Viðar Finnsson og í 1. sæti Gunnar Bjarnason. En það fór þó aldrei svo að Kalli kæmist ekki á pall og endaði hann í 3. sæti Silkislakur á Vanda. Þó að hefði nú reynda bara verið 3 í flokknum. Í öðru sæti var síðan Bjarni Magni Kristinsson og í 1. sæti var Palli Krull Jónsson í Team Fetso. Jæja Palli, þetta hafðist maður. Að sjálfsögðu. Þetta ekki bara alveg skjónum? Já, gjörsamlega. Það má segja að kom sá og sigraði. Satt býn óvænt? Já, nei, ég vissi þetta allan tíman, sko. Það er bara þannig. Hvernig var brautin í dag? Það var bara mjög góð, sko. Ég hef séð hana með verri. Hver eru plönin hjá þér núna á næstunni? Ég ætla að fá okkur annan Team Fetso meðlum til að taka við á næsta ári. Ég er búinn að vinna þetta, ég er búinn að sína og sanna. Þannig að næsta ári er bara rallyðis. Það er stefnan. Já, bíl í það. Það er bara rétt að dundi í honum og svo bara reyna að vinna það næst. Ekki? En er rally ekki svolítið meira svona ekstrím? Jú, og dýrara. Það er peningurinn sem er helvítis vesen. En það er bara að redda ykkur spons með eitthvað, að græja, pabbi borgar eða eitthvað. Herru, við hérna í Mótoru stökkum bara kærlega fyrir hjálpinu þar helgina og þetta vesen í bílnum og þetta, þó ég hefði þetta að gera með sjálfur. Hann láta að gera eitthvað, sko. En ég ætla bara að þakka fyrir helgina og gangi vel. Bara takk fyrir komuna og snildaði gott að koma og vera með okkur.